Í dag ætla ég að nýta Black Ghost Sunburst með keilu í þetta skipti. Við gerum þetta á mjög einfaldan hátt. Ég ætla að nota svona Sunburst sonker í skott og kraga og svona hvítan væng hvítan sonker í vængin. Nú krókurinn sem ég ætla að nota er frá Arex og heitir NS118. Classic streamer krókur. Mjög góður í sonker á noblera til dæmis. Ég er búinn að koma fyrir silfurlítari keilu hérna á endan. Þetta er bara brasskeila, ekki tungsten. Og svo er ég með hérna nokkar vafninga af blýi sem ég er búinn að koma fyrir líka til að reyna að koma flugunni svona aðeins niður að minnsta kosti. Nú þráðurinn sem ég ætla að nota er frá Techstream, heitir Power Thread. Þetta er níðsterkur þráður sem er algjörlega frábær í straumflugur sérstaklega og það er ansi erfitt að venja sig af þessum þræði þegar maður er byrjaður að nota hann á annað borð. Og ég byrja á því að festa bara þráðinn og fara alveg niður legginn. Sirka að agnaldinu. Nú á skottið eins og ég segi það verður bara úr sonker. Það sem ég geri er að ég klippi bara smá af skinninu á sonkernum og lengdin á skottinu verður svona sirka miða við kannski hálfan legg. En þetta eru engar nákvæmnismælingar og þó að það skeiki einhverjum millimetrum þá skiptir það líklega engu máli. Festi vel niður. Það er ágætt að hafa það í huga ef þið eru að nota þennan þráð eða aðra sambærilega. Þetta er ofboðslega sleipur þráður og sumir hafa komist upp að lagi með að nota sappagat mikið með honum. Svona til þess að gefa smá grip. Ég er ekki alveg komið þangað en það er ágætt að hafa þetta í huga allavega. Nú vængurinn, það er eins og áður segir hvítur sonker. Kanínu sonker. Mikilvægt að það komi fram. Fullt af sonkerum í boði af öllum mögulegum dýrum. Íkorna til dæmis. Mjög hrifin af honum. En kanínan er notið í þetta skipti þar sem að hún er ívið loðnari heldur en íkornin og gefur flugunni svona aðeins meira body. 2-3 vafninga hérna á skinnið og höldum átakinu og færum þráðinn fram legginn. Nú vöfin í þennan Black Ghost Sunburst, þið getur notað silfur, þið getur notað gull. Ég ætla að nota rauðan vír í þetta skipti. Þetta er bara rauður UTC, eða UTC réttar sagt. Ekki vissum að það skipti öllu máli en ef flugan líta vel út með rauðum vír. Ég festi hann bara niður hérna rétt fyrir aftan blýið. Fer síðan með þráðinn alveg upp að sonker skinninu og fram aftur. Nú bodyið, ég hef hnýtt bodyið úr dubbi. Þá er ég bara að dubba legginn vel og bursta það síðan út. Í dag ætla ég eins og að nota Antron. Þetta er svart Antron bara frá Techstream. Ætli það sé ekki svona nær því sem það á að vera. Festu fyrir aftan blýið. Færi síðan þráðinn alveg aftur. Nú, það er algjörlega í ykkar höndum hvernig þið síðan vefjið antróninu. Ég er svo gamaldags að ég geri hana bara með höndunum en það er hægt að nota hérna rotary
dæmið á væslum ykkar ef þið eru með svoleiðis eða bara nota hendurnar. Svona, svo tryggjum við það bara með þræðinum, 1-2 vafningar, alveg nóg. Nú þá er það vöfin og ég er vanur að vefja bara vírnum fram. Þið getið notað hann líka til þess að festa skinnið niður ef þið viljið. Ég hef ekki fundið þörf fyrir það hjá mér á mínum flugum. Þetta hefur svo gott sem aldrei losnað, held ég. Það sé ekki að ljúga neinu þar. En auðvitað er í fínu lagi að nota vírinn til að festa niður skinnið. Það er ekki vitlaust. Tryggjum við vírinn. Losum okkur við hann. Og þá er það að festa niður vænginn og það sem ég geri er að ég tek hérna fremsta hlutan á honum, tosa hann aðeins og reyni að skipta hárunum svona nokkuð skynsamlega. Ég reyni samt sem áður að ná nokkrum hárum hérna fremst. Toga bara þéttingsfast. Einn lausan vafning og annan og svo herðum við. Komum við inn með skærið og reynum að klippa þetta svona nokkuð snyrtilega. Hvað haldið? Nú lengdin á vængnum, ég reyna miðað við að skinnið sé ekki mikið lengra heldur en skottið. Það er að segja skinnið hérna undir á sónkernum. Og ég klippi það í vaff. Svona. Það er það aðeins hérna, sjá þetta betur. Nú við ætlum að hafa smá flass í þessari flugu, smá disco. Og eins og svo oft áður er ég með perlu flassabú. Það er alveg óþarfi að vera að flækja þetta eitthvað en þið getið notað flassabú sem er kannski meira út í gult líka og meira út í rautt. Myndi tóna vel í þessari flugu. Og ég tvöfalda flassabúið og byrja á því að hnýta það niður hérna mín megin. Ég er svona að stefna á 2 þræði hvorum megin. Svo gerum við það sama á ykkar hlið. Tvöfalda það og festi niður. Nú lengdin. Ég vil hafa það svona örlítið styttra heldur en vænginn. Fyrst það einhvern veginn líta best út þannig en sjálfsagt er fyrstnum alveg nákvæmlega sama. Nú kraginn, hann verður úr sama sónker og við notuðum í skottið og ég ætla að spinna hann. Það er að segja setja hann, splitta þræðinum og koma hann fyrir inn í þræðinum. Þetta hef ég gert á nokkrum flugum hérna á rásinni og ég mæli eindregið með að þið kynnið ykkur þessa aðferð. Það eru engar góð í svona verkefni. Og ég er búinn að vinna mér aðeins í haginn og koma fyrir sónker hérna inn í klemmuna mína góðu úr svöstunni greni. Og það er ágætt að setja smá klístur á þráðinn. Bara svona til þess að auka gripið örlítið.
stríða mér hérna, svona. Og svo þegar við spinnum, þá er bara mikilvægt að halda átaki á þráðinn með hægri hendinni og snúa kefluseldunni með vinstri og aldrei að sleppa hérna með hægri fyrir en að við erum búin að snúa svolítið upp á þetta. Eins og ég segi, þessi þráður er dálítið sleipur og svona gæti alveg ekkert ólíklegt að við missum smá efni þegar við byrjum að busta það. En það verður bara að hafa það. Svo tósum við efnið aðeins aftur með hverjum vafningi. Tryggjum það. Svona. Og áður en við nýtum endahnútinn, það er ágætt að setja smá lakk á þráðinn. Bara svona svo þetta endist eitthvað aðeins hjá okkur. Svona. En svo er hægt að nota franska rennilásinn og busta kannski aðeins út. Það er ekkert óalgengt að svona flækist nokkur hár þegar við erum að spinna þetta og vefja þessu. En annars sýnir mér þetta að vera bara algjör negla hjá okkur. Black Ghost Sunburst klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.